hefst matarklúbburinn. Ísi og fjórir með ólífuolíu fyrir framtíðina. Gott í matinn frá MS fyrir alla sem elda. Komið sæl. Í kvöld ætla ég að elda svínarif og stórlúðu og svo ætla ég að gera svona nautasúsí. Þetta er smá svona strákamatur. Ætla að kíkja inn. Þegar maður er að velja sér svona chilipipar, þá er alltaf gott að hafa hann svolítið stinnan og helst ekki mikið svona krumpaðan. Þá veit maður að hann er alveg góður. Ég ætla að taka mér svona rifinn gráðost sem ég ætla að nota í kartöflusalat sem ég ætla að búa til á eftir. Ég ætla meðal annars að elda stórlúðu í dag og ég er komin hérna eldsnemma hjá fiskikonginum. Hann á einmitt svona risastóra lúðu sem hann ætlar að sýna okkur hvernig hann verkar. Það kíkja á hann. Núna ætla ég að elda stórlúðu og ég ætla að gera svona volt bacon kartöflusalat með. Ég ætla að byrja að taka baconið sem ég keypti svona óskorið, svona heill biti. Það skera hann niður í kubba. Og ég er meitt gaman að kaupa ósneitt bacon. Þá getur maður svona ráðið í hvaða bitarnir eru stórir. Þá er þetta svona meiri matur. Það er meitt gaman að skera baconið í svona kubba af því þá finnur maður eiginlega meira fyrir því heldur en að sé ykkur svona litlir bitar. Ég er alveg að taka þetta í svona sentimeter sinni sentimeter. Þá ætla ég að setja baconkubbana mína á pönnuna og ég ætla ekki að setja olíu á þau. Þótt að sé nú kannski alveg stundum í lagi, svona rétt að hjálpa fitunni að byrja.
En það er bara rosalega passleg fita á þessu. Það leyfir sig að vera hérna á. Og ég ætla að fara að skera kartöflur fyrir salatið mitt. Það skera þær allar í tvennt og svo í fennt. En það er alveg sama með kartöfluna eins og með fisk og kjöt og þannig. Og maður er alltaf að reyna að hafa sömu stærð á öllu. Þá eldast það jafnt. Og þá er ekki einn svona ofeldaði biti eða einn alveg hrár. Þá lítur þetta bara rosalega vel út. Fitan komin vel út úr beikoninu. Þá ætla ég að nota fituna af beikoninu til að steikja kartöflunar upp úr. Fara það bara út á. Svo ætla ég að rífa svona timjangreinar út á. Það er alveg í lagi að borða mitt inn að efsta hlutina því. Svo tekur maður bara svona og rífur niður. Það er líka að taka hérna hvítlauk og raspúti. Hvítlaukur mitt gefur svolítið svona kjallarabragð eins og að kalla í matargerð. Svona þungt, eða sem sagt eftirbragðið eða þannig. Þá ætlum við að vinda okkur í fiskinn. Ég er með stórlúðu og ég bað þau hjá fiskikonginum að skera hana fyrir mig öðruvísi. Venjulega er þetta svona kótilettur með beininu en hann bara úrbeinaði fyrir mig þannig ég er bara með hreint kjöt. Og þetta eiginlega bara jafnast bara á við stóra kjötsteik sko. Þetta er svo matamikið og frábært kjöt. Ég ætla að taka hérna roðið af. Það er ágætt bara að fletta því svona af, bara hægt og rólega. Og þessi fita er alveg mjög góð, gott að hafa hana bara með. Svo hérna í endan þá er smá svona, sem er bara ágætt að skera í burtu, hérna rafarbelti eða þannig. Og mér finnst mjög gott að ég ætla að skera í 4 bita, að skera í helming fyrst, svo taka 2 hlutana í helming aftur. Og þá er maður með alveg fullkomlega jafna bita. Til að snúa sárinu upp. Og maður fer eiginlega bara með þetta eins og nautakjöt. Það er svona alveg þétt í sér. Og ég ætla að krydda fiskinn áður en ég steikja hann. Elda saltið og piparinn. Og svo svartur pipar. Það er gott að setja alveg vel á honum. Að þetta er svona feitur fiskur. En reyndar þá ætlum við að passa okkur að salta ekki of mikið. Af því að við erum með beikon hérna og það er náttúrulega rosalega salt. Svo ætla ég að steikja fiskinn. Þetta er sko alvöru steikur. Þetta er nú gott að hafa ósaltsmjör þegar við erum með svo mikið salt í gangi í beikoninu. Salt og reykbragð er svolítið svona erfitt að ráða við. Tek hérna klípu, bara bæti út á pönnuna. Ég seti örlítið líka út á kartöflurnar. Svo það er þetta bara svona, örugglega svona 5 mínútur þessari hlið. Svo ætla ég að slökkva undir og snúa þeim við. Núna er komið að því að klára kartöflusalatið. Ég keypti hérna maís sem ég ætti að kaupa svona forsóðinn út í búð. Og í staðinn fyrir að nota hann úr dósinni, ég vil nefnilega ekki hafa svona mikið vökva með. Ég ætla bara að skera hann sjálf af. Og er þetta svona aðeins ferskara. Svo tek ég bara maísinn. Hangir svona skemmtilega saman. Setja hann inn út í. Núna er það gráðosturinn sem fer út í hérna í lokin. Þetta er svona skemmtileg blanda af brauðum. Það leifa þess að malla. Sýnist þessi komið tími á það að snúa fisknum við. Það er rosalega fallegur. Það er alveg vel steiktur. Það er einmitt málið með svona feita stóra fiska. Þeir eiga alltaf til að vera þurrir.
Þannig að maður verður að passa sig að ofelda það alls ekki. Þannig að núna ætla ég að slökkva undir og hann bara verður á pönnunni áfram. Þá ætla ég bara að vippa þessu upp á disk. Hérna höfum við kartöflusaldið og fiskinn. Svo kemur fiskbiti. Og ég ætla að hella smá af smjörinu sem afgangs á fisknum hérna, eða fiskipönnunni, yfir. Svo mikið af svona safaríku í réttinum að þetta bara nóg. Það er enga sósu. Og þá rétturinn tilbúinn. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. 7. skólaárið í Hogwarts hafið. Búið ykkur undir stærstu mynd sumarsins. Tekst Ron Weasley og Hermione að aðstoða Harry Potter í gegnum skólan. Harry Potter, frumsýnt 15. júlí land allt. Filippo Berio, 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 olive oil. For all the flavors in the world, there's only one, a masterpiece in olive. Filippo Berio, hreint meistaraverk. Style Her Famous snýr aftur á Skjá 1. Stjörnustílistinn J. Manuel breytir venjulegum konum í skínandi stjörnur. Í fyrsta þættinum hjálpar hann stúlku sem dáir Drew Barrymore. Every girl loves the fantasy of dressing up. Hún vinnur sem aðstoðastúlka en þarf sjálf á aðstoð að halda með útlitið. There were a lot of things that I was good at. Fashion wasn't one of them. Style Her Famous snýr aftur annað kvöld 8:30. Það komast bara stórir og stæðilegir heilhveitir hringir með súkkulaðibragði í vítuspakkana. Vítos, stökkir og sterkir hringir úr heilu korni með súkkulaðibragði. Alltaf sama gamla fjörið, út á dansgólf alveg kjörið. Svíkur engan diskó, stanslaust stuð að eilífu. Yeah. Hér ekki neitt á bakmi, sístu stendur dörna sögmi. McVitie's kynnir landsliðið í mjólkurdýfingum. Hún tekur klassískt hopknops og fer karamell yfir í ginger nuts og aftur digestive. Stórkostlegt! McVitie's keksið. Gott í matinn frá MS. Fyrir alla sem elda. Ísjó 4 með ólífuolíu. Fyrir framtíðina. Þá ætlum við að gera nautasúsí sem hljómar kannski dálítið skringilega en það er svona skemmtileg tilbreyting frá fisknum og ég ætla að byrja á því að sjóða grjónin og það er svolítið svona tricky af því að maður þarf að skóla grjónin áður en maður síður þau og ég ætla að sýna ykkur svona hvernig það er hægt að gera það í heimahúsi en annars þá tekur 6 ár að læra að vera súsíkokkur og maður er bara í 1 ár að skóla grjón þannig að það er bara ágætt að gera þetta svona einfalt heima. Ég byrja bara á því að láta leka á grjónin, svona rétt hreyfum við þeim og þá sem að það kemur svona hvítt, vatnið verður svona hvítt. Og svo hellum maður því af.
Maður verður að fara dálítið varlega, þannig að maður vill ekki brjóta grjónin. Þau eru svona lítil og feit og eiga eiginlega öll að vera halda löguninni og þau styrkjast bara við það að vera skóluð svona. Það er sem sagt ástæðan fyrir því að maður er að skóla þau og gera þau sterkari. Svo er bara ágætt að láta leka svona á þau í svona 20 mínútur. Þá eru þau orðin næstu alveg hvít og þá eru þau bara tilbúin í suðu. Og þá eru bara grjónin tilbúin til að fara í suðu og ég er með svona hrísgrjónapott sem er eiginlega bara nauðsynlegur þegar maður er að sjóða grjón af því að það þarf svo jafna suðu og hann hitar svo vel svona frá öllum hliðum. Þannig að það er bara mjög gott að eiga svona. Svo getur maður líka soðið pasta og alls konar í þessu. Og það er sem sagt miðað við það, þegar maður setur vatn í, að þau svona rétt leki, vatnið fer svona rétt yfir puttan. Þá er það komið passlegt magn af vatni. Og þá er það að búa til marineringuna á grjónin. Það er alltaf edik og svo sæta og svo nota salt og sykur. Svo er þetta að setja líka sake ef að fólk á svoleiðis. En ég ætla að nota hrísgrjónaedik og maður eiginlega þarf að finna bara hvað manni finnst gott sjálfum, hvort maður vill hafa hana mikið edikbragð eða mikið sætt og ég er dálítið svona fyrir að hafa hana aðeins í sætara kantinum. Þannig ég set alveg jafn mikið magn af ediki og myrrin sem er svona sætt, svona eða svona eftirrétta vín í að séu notað án áfengis. Og svo setja aukasykur út í. Svo ætlum við að setja líka smá salt. Og á þessum tímapunkti myndi maður síðan setja sakið í ef maður væri á þeim buxunum. Svo bara leyfum maður sykrinu að leysast upp í edikinu. Og á meðan edikblandan er að leysast upp og grjónin að sjóða, þá ætlum ég að verka nautalundina. Það er með rosalega fína lund. Byrja að taka hjartasteikina af. Við ætlum ekki að nota hana núna, þannig ég bara geymir hana til seinna. Svo ætlum við að taka sinin af. Við viljum eiginlega ekki hafa neitt af svona auka fitu utan á kjötinu þegar við notum það í sushi. Það er betra að hafa bara svona hreinan vöðva og fituna inn í kjötinu. Það er mjög skemmtileg tilbreyting að nota svona nautakjöt á sushi í staðinn fyrir fisk. Það eru margir sem eru hræddir við að borða svona hráan fisk. Það er bara að gera að prófa að nota svo lambafili eða nautalund. Til þess að skera lundina svona meðfram eða svona, hvað segir mér, endilangt. Og svo ætlum við að taka hana og við ætlum að elda hana. En við ætlum alls ekki að elda hana mikið, við ætlum bara rétt að loka henni á pönnu. Og ég ætla að taka salt og ég ætla að setja alveg rosalega mikið af því. Þessi eldunaraðferð, hún kallast tataki í Asíu. Þá er þetta svona bara hráefninu rétt lokað á heitri pönnu og svo er það sett í kalt vatn þannig að hættir að eldast. Og það er hægt að gera þetta við sem sagt lambafili eða bara allt lambakjöt sem er meyrt. Þá er það bara á með kjötið. Og þetta er bara eldsnöggt. Það snúaði strax við. Og verður svona einhvern veginn grátt á litinu, það er alveg eðlilegt, það er bara út af saltinu. Þetta er sem sagt, ef maður sker bara hrátt kjöt, þá er það ekki sérstaklega gildilegt. Þannig að gott að gera þetta svona áður, að maður gerir sushi. Svo bara ofan í klakavatn. Og þá ætlum við að þerra kjötið og ég er hérna með svona eldhúsrúllu bara. Leggjum það hérna á. Og svo bara rúllum við þessu svona upp. ætlum að leyfa þessu bara að standa og meðan ætla ég að búa til salat sem hentar rosalega vel með sushi því það er svona wasabi salat. Ég er með romaine salat sem ég ætla að skera niður. Og við ætlum að taka svona wasabi baunir sem eru, þetta er ekki baunir og þetta er ekki hnetur, þetta er svona bara búið til nammi með wasabi bragði. Svo tökum við bara hendurnar, eða hnetu líkin, setjum í mortelið og merjum. Þá er þetta orðið svona passlega fínt. Þá ætla ég að setja þær bara út í.
Núna ætla ég að taka svona brauð, þetta japanskt brauð, kallað panko, svona raspur. Það má alveg nota bara svona brauð og skera hann í teninga. Við ætlum að búta svona eins konar croutons, eða svona stökkt brauð. Sem við ætlum að setja út í salati fyrir skemmtilega áferð. Það er gaman að blanda saman, ef maður er með bara lintráfni, það er svona leiðast að borða til lengdar. Ég ætla að taka smjör. Steikja það hérna á pönnu, eða bræða. Láta það bráðna þannig að það byrji svona að bubla, eða svona. Og við ætlum að taka hérna brauðraspinn og setja hann út á pönnuna. Nú er þetta orðið bara svona, byrja að freyða vel smjörið. Rosalega gyrnilegt og komið svona karamellu lykt eiginlega. Setjum við bara brauðteininguna út á og slökkvum undir af því þetta brennur mjög hratt. Svo er náttúrulega pannan ennþá heit, þannig að þetta er ennþá alveg að eldast. Það er ekki alltaf að vera blússandi hiti. Við ætlum að setja það út í salatið. Vel að því. Svo ætlum við að taka parmesanost og nota töfrarifjárnið. Og mér finnst alveg mjög gott að setja mikið af osti. Og svo ætla ég að taka majónes og ég skammast mér ekkert fyrir það. Og ætla að setja wasabi út í. Þetta verður svona wasabi majónes. Ég keypti bara tilbúið svona í túbu sem er bara ágætt. Svo blanda ég því saman. En dressingi fer bara út á salatið. Svo bara hrærum við vel í þessu, blöndum þessu vel saman. Núna er komið að krydda grjónin og við ætlum að kalla það skera grjónin. Þá hellum maður svona yfir það sem maður ætlar að blanda grjónum saman með. Hellum maður blöndun yfir. Og svo gerum maður svona. Þannig að hvert einasta grjón á að fá svona marínu á sig. Maður þarf að passa að það séu ekki svona kekkir. Einhverju svona bollur sem eru ókryddaðar, þá er maður að hakka alveg í þær. Og svo tekur maður grjónin og dreifir þeim alveg jafnt yfir allt. Og þarf að leyfa þeim að kólna. En þau mega alls ekki fara í kæli, af því að þá verða þau bara aftur eins og þau séu ósoðin. Og það er ekki það sem við viljum. Svo er ég líka alveg viss um að ef þið treystið ykkur ekki í að gera svona grjón, þá er örugglega einhverjir súsístaðir eða veitingastæðir sem myndi vilja selja ykkur. Við höfum alveg fengið svolítið símtöl. Þá ætlum við að skera kjötið. Það er hérna í tissjónu okkar góða. Búið að þorna vel. Við ætlum að skera það bara eins og fisk sem að fer ofan á svona, ég kalla það nigiri. Ef ég á að segja eitthvað smá frá sushi, þá er það samheiti yfir. Nigiri er hrísgrjón og fiskur ofan á, svo er maki svona rúllur, svo er sashimi það þegar bara án hrísgrjóna, en sushi er bara samheiti yfir þetta allt. Þannig að maður getur bara skorið þetta í svona eins þykka bita og maður eiginlega bara vill. Sumir vilja hafa þunnri og aðrir þykkari. Núna ætlum við að búta í svona nigiri kotta, eða bara kotta. Grjónin eru tilbúin. Ætlum bara rétt aðeins að lyfta þeim upp. Það er alveg rosalega fín. Þegar maður er að vinna með svona hrísgrjón, súsugrjón, þá er rosalega mikilvægt að hafa puttana eða hendurnar bara svona rakar þegar þetta er svolítið svona klístrað og þá festist það ekki við mann. En hérna, alvöru Japanir, þeir gera þetta bara í einni hendi en ég er nú ekki alveg svo fær. Þannig ég gera bara svona kotta. Svo gerum við bara nokkra svona. Og þá erum við komin hérna með kottana og ætlum að setja kjötið ofan á. Tökum það svona í hendina og ýtum svona rétt ofan á til að mýkja það upp. Tökum svo grjónin, setjum inn í. Svo bara gott að setja þetta aðeins niður og aðeins svona ýta þessu saman. Og svo er þetta bara tilbúið. Svo heldur þetta bara áfram. Svo vélmenni. Eða mannvél.
þá það svona rúsínan í pylsuendanum. Ég ætla að rífa fest engifer með vinum mínum. Svo ætlum við að setja bara svona litla doppu ofan á hvern bita. Og það gerir alveg gæfumuninn. Þá bara nautasúsið tilbúið og wasabi salati. Útsalan í fullum gangi. IKEA. Prófaðu nýja bragðgóða fjörostinn. Hann aðeins 9% og því einstaklega fitulítill. Hann jafnframt ríkur af mesuprótínum og kalki. Fjörostur, hugsaðu heilsuna og hafðu línurnar í lagi. Nú geturðu skráð þig í matarklúbbinn á skjárin.is. Þú gætir átt vona á að vera dregin út og fengið frítt að borða fyrir 2 á fiskmarkaðnum hjá Hrefnu Sætra. Vikulega fá meðlimir matarklúbbsins sendar uppskriftir þáttanna og skemmtileg tilboð. Farðu inn á skjárin.is og skráðu þig í matarklúbbinn. The Bachelorette snýr aftur á Skjá 1. Áhorfendur sáu Diana Pappas falla fyrir Brad Warmack, en hann hryggbraut hana. I have to tell you goodbye. Núna Diana mætt aftur. It's all up to me this time around and I cannot wait. 25 efnilegir piparsveinar sem allir vilja hjálpa henni að komast yfir ástarsorgina. The Bachelorette. Sýningar hefjast í kvöld klukkan 9. Pepsi Max og Túborg kynna Þjóðhátíð 2009. Páll Óskar, Ego, Ingo og Viðurguðurnir, Sáli, Bubbi í svörtum fötum, Skítamórall, Káká, Hjálmar, Raggi Bjarna, Land og Synir og margir fleiri. Og ekki má gleyma brekkusöngnum, brennunni og flugeldasýningunni. Forsala miða í öllum verslunum 10-11. Skelltu þér á Þjóðhátíð í Eyjum því lífið yndislegt. Samfilmkynnið. Nýjustu mynd Adam Sandler. Bedtime Stories. Adam Sandler stórkostlegur í sinni nýjustu gamanmynd. Bedtime Stories komin á Blu-ray og DVD. Mentos chewing gum, irresistibly fresh. There's nothing like a Mentos kiss. Ísi og fjórir með ólífuolíu fyrir framtíðina. Gott í matinn frá MS fyrir alla sem elda. Þá komið að því að elda grísariff. Ég ætla að elda þenni í ofni og svo ætla ég að marinera þau í smá svona barbecue-sósu. Ég ætla að elda þenni í ofni og svo ætla ég að marinera þau í smá svona barbecue-sósu og steikja grænan chili með. Ég ætla að byrja á því að setja svona smá salt á rifin. Gott að salta þau áður. En gaman að segja frá því að saltið sem ég alltaf að nota, það svona Himalaya-salt úr Himalaya-fjöllunum. Og það 250 ára gamalt og inniheldur 84 steinefni, þannig að það eiginlega hollt. Þannig að sjáum við kannski ekki hollt, en svona hollara. Ætlum við að taka hérna stjörnuanis og kardamómur. Ætlum að merja þetta hérna í mortulinn okkar. Þá þetta komið. Og bara stráum þessu yfir. Ætlum aðeins að nutta þessu með puttunum inn í. Tökum við hérna vatn. Ætlum að hella því yfir. Svo ætla ég að setja álpappír yfir, en ég ætla einmitt svona að sjóða rifin inn í ofni.
Við ætlum að taka þau á frekar lágum hita og þá myndast líka svona gufa. Þannig að ef maður eldar rifin á of miklum hita þá herpist kjötið og þá verður það ekki svona, rennur það ekki af beinunum. Þannig að við ætlum að elda á lágum hita og í lengri tíma. Þetta er alveg 2 klukkutímar. Sem meðlæti með rifjunum ætla ég að hafa svona grænan chili og ég ætla að steikja hann heilan. Og ég ætla að steikja hann dálítið mikið af olíu þannig að hann svona eldast bara á pönnunni. Og af því að rifin, þau eru með svona barbecue-sósu sem er sæt, þá vil ég fá svona sterkt bragð á móti. Þannig að það er gaman að blanda saman svona sætu og sterku og súru og reyna að fá bara, það þarf ekki alltaf að hafa það allt í sama hlutnum, heldur reyna að dreifa þau svona á diskinn og þá má koma með svona skemmtilega bragðsamsetningu. Þarna fer hann bara á, heill. Svo líka fyndið, fólk eru oft svo hrætt við svona sterkt. Gaman að sjá hver þorir að borða heilan. Reyndar þá verður hann bragðið minni þegar hann er eldað svona. En þetta er alveg hluti sem ég ætla að hafa á alveg í 10 mínútur. Þannig að hann verður bara að dóla sér. Og meðan ætla ég að útbúa svona dressingu. Getur verið stórhættulegt að elda mat. Svo ætla ég núna að gera dressinguna með og það er svona sýrður rjómasósa og hún á að vera svona fersk. Þá erum við með sætt og sterkt og allt það og svo kemur hérna ferskt. Tek hérna sýrðan rjóma. Sett hann í skál. Og í dressinguna ætla ég að setja, ég er með svona jalapeno tabasco. Setja smá af því. Það er þetta smá sterkt líka. Og svo ætla ég að setja smá ferskan læmsafa út í og saxa grænslauk. Ég ætla að setja það líka út í. Þegar byrjaði ég að lína aðeins læmið, fá safann betur úr því. Hérna læmsafi út í. Ég ætla alveg að setja vel að því. Hanga því svona saman. Svo ætla ég að taka hérna grænslaukinn og saxa hann fínt. Það er einmitt gott að nota grænslauk því hann er svona ferskur, bragðgóður og maður getur líka bara þynnt hann út í garði. Gaman að því. Og hann svona frískar dálítið upp á dressinguna. Og líka reyndar gefur það svona fallegan lit sem er nú ekki leiðilegt. Það er bara sumarlegt. Þá ættu rifin okkar að vera tilbúin. Þau eru alveg örugglega tilbúin. Alveg eins og við viljum hafa þau. Þá ætla ég að taka rifin og skera þau niður. Leggjum þau hérna á brettið. Og svo bara skerma rifin niður og skera á milli beinana. Gott að hafa svona stóran hníf til þess. Þau liggja nú ekki alltaf alveg öll bein, þannig að maður svona þarf aðeins að passa sig. Eða passa hnífinn, ekki sig. Þá er ég búin að skera niður rifin og ég ætla að sækja mér stóra skál af því ég ætla svo að marinera þau í barbecue-sósunni. Það er einmitt alveg ótrúlega góðar barbecue-sósur sem ég ætla að kaupa tilbúnar út í búðinu í dag. Það er reyndar mjög skemmtilegt líka að búa til sína eigin en kannski allt í lagi svona inn á milli að stilast til þess að kaupa svona tilbúið. Svo tökum við bara sósuna og hellum henni hérna yfir. Ekkert verið að spara hana. Og svo ætlum við bara að maka dressinguna á. Og leyfa rifjunum bara að kólna í dressingunni. Þá kemst bragðið alveg vel inn í kjötið.
Laufum svo bara að standa hérna í smástund. Þá ætla ég að setja þessa rifjaveislu hérna á disk. Tökum við hérna rifin, röðum svona lekkert upp. Svo ætla ég að skella svona grænum chili á. Og svo er það bara smá af fersku sósun okkar til að kæla sér niður eftir chili átið og rétturinn er bara klár. Við ætlum að drekka Faustino 5 með réttunum sem ég eldaði. Henta mjög vel með nautakjöti og svínarifjum og svona feitum fisk. Þá ætlum ég bara að fara að kíkja á gestina mína og takk fyrir daginn í dag.